Fyrir lokaverkun okkar, þá ákveðum við að gera eitthvað aðeins öðruvísi. Fyrir viku vorum við Henrik bara með hugmynd. Nú hún orðin að veruleika. Spurningin sjáum hvort það flytur yfir. Let's go. Dagur 1. Til að byrja með ætluðum við að gera allt með umbúta ensku, en það gekk ekki alveg eins og við vonumst til. We only have a week to build a raft from scraps and sail it from Nautasvík to Kópavogur. Þannig í staðan fyrir að byrja upp á nýtt ákvað ég að laga þetta í klippingu. Þrátt fyrir það var hugmyndin samt komin að byggja fleka úr endurnýttu efni á innan við viku. Dagur 2. Dagur 2 snerist eitt að finna efni. Við vorum komið hugmyndina en ekki neitt til að byggja úr. Enga palettur og ekkert flótunni. Ég hringdi fyrst í Sorpu en þau gátu ekki hjálpa okkur með efni. Þau bentu okkur samt á Tandur þannig að við hringdi þangað næst. Tandur var með EBC-gáma en við ákveðum að nota þá ekki því við vissum ekki hvað hefði verið í þeim áður. Þar sem flekin átt að fara út í sjó vildum við ekki taka neina áhættu með eitthvað sem getur verið hættulegt. Þannig að dag 2 endaði illa. Við vorum allan að koma einu skrifi nær að því að skilja hvað við þurftum að finna. Dagur 3. Dagur 3 var fyrsti dagurinn þar sem verkefnið fór loksins að hreyfast. Í staðinn fyrir að hringja bara í fyrirtæki ákveðum við að spyrja eigin persónu. Við fórum í skeifuna og leituðum á öllu sem geti nýst. Pallettum, timbri, plasti eða einhverju sem geti orðið hluta af flekunum. Eftir mikið vesen fengum við loksins fyrsta alvörunni sigurinn okkar. Krónan hjálpaði okkur og við fengum vörubretti gefins sem við notuðum í pallflekans. Við tókum líka þetta viðtal. Ásakið. Ertu vinnustjóri hér? Ég aðstofverslunarstjóri hérna, já. Ég og vinur minn erum að gera lokaverkefni að byggja til bát úr endurnýttum efnum. Hefurðu nokkur palletur fyrir okkur? Ég með fullt af palletum á baka ef þið viljið segja, það ekkert mál. Og takk fyrir. Sem við viljið. Já. Slippfélagið gaf okkur líka 5 10 lítra plasttunnur sem við notum í gerð flekans. Að þessum tímapunkti tókum við eftir miklum framförum. Við vorum komin með allt þetta efni. Við fórum í ýmis önnur fyrirtæki og við fengum ekki neitt. Við rákumst á nokkra EBC-tankáli en reyndar sagði vingjarnlegur starfsmaður endurvinnslunar okkur að koma næsta dag og ræða við yfirmann. Dagurinn endaði á miklum pirringi og við vorum alveg við það að gefast upp. Dagur 4. Jæja, við erum byrjað að tala íslensku stað frá ensku. Það er núna 4 dagar þangað til við erum að sigla. Það er 5. dagur í dag og við ætlum ennþá 450 lítra af floti. Og við sjáum hvort við getum fengið okkur floti það. Hérna biðum við eftir að fá að tala við yfirmann endurvinnslunnar. Og eins og þið sjáu þá erum við frekar stressaðir og sjáum bara hvernig þetta gekk. Jæja, við vorum að klára að tala við yfirmann endurvinnslunnar. Hann sagði okkur að hafa samband við Sorpuna eða Íslenska gámafélagið. Við löpum svo í Sorpuna og við fengum ekkert út af því. Svo kom afi minn að sækja okkur og ég hringdi í Íslenska gámafélagið. Íslenska gámafélagið tók niður símanúmerið mitt og sagðist ætla að hringja í mig næsta dag. Við keyrðum svo í húsasmiðjuna og keyptum skrúfur til þess að festa saman pallettunar. Dagur 5, tími til að byggja. Við erum á leiðinni að sækja flot fyrir bátinn. Flekinn tilbúinn. Dagur 7, tími til að sigla.
Potturinn er komin í kjörna. Hæ, góðan daginn. Góðan daginn. Við hvernig tala? Herri, ég heiti Elisa Siri. Ok, hvað finnst þið skemmtilegast við að vinna hér? Sko, það er eiginlega bara allt skemmtilegt við að vinna hérna. Það er æðislegt fólk og síðan eru við út að sjó allan daginn, þannig að maður getur alltaf kvart yfir því. En skemmtilegast við að vinna hérna er örugglega þegar geggja viður og sólblíða og stemming í hópnum og skemmtilegir krakkahópar sem er eiginlega bara alltaf. Já, ok. Hvað er leiðilegast við að vinna hér? Leiðilegast við að vinna hérna er örugglega þegar það er skíta bræla alla vikuna, þannig við getum ekki verið á neinu nema árabátum allan daginn. Ok, svo veðrið stýrir þannig að hamingjunni. Já, það er svolítið þannig, það er svolítið íslenskt. Ok, heldur að við munum ná yfir? Já, þið ná nú yfir. Halló, smá trú á okkur. Yes, ok. Sjáum hvort það náum yfir. Let's go. Eftir að það kemur hvalur, þá mun ég actually fara að gráta. Þarna voru búin að hvolfast svona 10 sinnum. Allir voru komið nóg á okkur og fóru. Þá er þetta búið. Tími til að farga. Jæja, þannig að sjáu það. Það kostaði okkur meira að farga flekunum heldur en að smíða hann. This is our final school project, but we also want to turn it into a YouTube video. Það er alltaf fokkið mér, ég er núna orðinn veika eftir þessa sjóferð.